Já, komið þið sæl. Ég heiti Sigurður. Ég vinn sem bensínmaður á þessari bensínstöð. Búinn að vinna þetta í smá tíma. Svona gá hvernig þetta gengur. Herru, það er fínt, Andri. Það voru að hafa fallega róður. Á, hurðarhúnnin er að bíta mig. Nei, smá bítan. Opna ég lokið sjálfur eða? Erum með einhverja fjastringu þá eða? Hvað sérðu? Keyrið þið næstu yfir löppina á mér? Keyrið þið næstu yfir löppina á mér? Nei, ég er að skilast í þið, maður. Þú kannst ekki nála löppina á mér. Heyrðu það, eina sem ég þarf hjá þér? Já. Það er nú ekki mikið. Nei, hvað? Bara vatn. Bara vatn? Já. Nei, ég er að fíflast í þér. Áttu þennan? Hvað er þetta? Sunny? Nissan Sunny? Hvað er þetta? Patrol. Patrol, maður. En heldur líka Nissan Sunny-inu 94. Hvernig er dekkur á þessu? Hvernig er dekkur á þessu? Helvíti fallegur, maður. Veistu það, mamma, ég er búinn að segja að hætta að hringja þegar ég er að dæla. Já, hættu því! Ha? Hún er alltaf hringjandi þegar ég er að vinna. Ég er búinn að segja henni að hætta að gera. Hvernig bensín setur maður á svona kvikindi? Hvernig bensín setur maður á svona kvikindi? Já. Nú, það er dísellinn. Já, þetta er maður samt bara alltaf með sama brandarann, sko. En daginn þá lét ég bensínlokið bíta mig. Fann það. Ég þurfti að ýta það til hliðar, ég var að ýta beint á það. Já. Hvað er í þessu? Það er bara svona gamalt rusl. Nammibríu og eitthvað svona. Já, já. Ætlarðu að taka bensína? Nei. Þetta er bara að þrífa? Er ekki alltaf læg? Ég tek oft bensín hérna. Býtu. Hvað heitir þessi bíl? Hvað heitir það? Já. Nissan Víku. Já, ég meina þú er ekkert skýrt hann eitthvað, þú sjálf. Bílinn minn heitir Jonni. Þú bara að þrífa hann og drekka það bensín? Ekki í þetta skipti, nei. Já, hann skrítið. Já, það? Já, ég meina þetta er náttúrulega að Ég er búinn að taka hérna, heldur ég þrífa hann í hvers skipti sem ég tek bensín? Nei, við erum samt náttúrulega að reyna að fá fólk sko, til að koma að þrífa og taka bensín. Sko. Nákvæmlega. Heyrðu, ég tek aldrei bensín. Notið aðeins blýlaust bensín. Hvað þýðir það þá? Blýlaust. Þetta er náttúrulega fyrsti dagurinn minn, sko. Ég veit ekki alveg hvað blýlaust bensín er, sko. Ekki fjastring á þessu eða, hvað? Já, ég held það. Hver annars skoðum? Opnast hún! Áttu ekki að fylla hann á dísel? Hæ? Hvað sagðirðu? 95. Sagðirðu ekki dísel? Ó, ég setti dísel á hann. Ey, cool stýri. Hvernig stýri þetta? Hvað er þetta? Íkt þægilegt. Hvað er þetta? Tiger. Ég hef aldrei séð svona þér. Þetta er hann Sigurdór, ég heiti Sigurður. Hvað sem okkur Sigfélagið. Býtu, viltu ekki að setja dísel bara fyrst þið byrjaðir? Hvað heitir þið? Jóna. Ég heiti Sigurður. Eða áttu kærasta? Áttu kærasta, já. Hann er heppinn strákur. Takk fyrir að velja ólís, kallinn. Takk fyrir að velja ólís. Já, ekki? Minn maður. Takk fyrir að versla á ólís og takk fyrir að fara ekki aðra bensinstöð. Hann er fallegur í það, mann? Nei. Hvað er þetta? 87 ára ekki? Hvað er þetta? 99. Nú, 99. Fyrirgefðu. Hann er bara svona drullugur, maður. Góðan daginn. Takk fyrir að velja ólís fram yfir aðra bensinstöðar. Sigurður heiti ég er að dæla hjá henni, þannig að hann félagi minn hérna Sigurður verður með þér. Takk frá minni í kissingu seinna. Já. Ég er nýrakaður og svona. Já. Ég er líka, já, kissum mig sérna. Ég á líka kærustu, sko. Ægvar, þá tekur hann þetta bara eftir. Ég er sjónarengi. Nei. Svo aldrei sé ég ekki þráska eftir að hann átt bara að vinka fyrir þig. Já, það er megarvikan, sko. Það er nú málið.
En okkur hefur þetta fast? Það er svo þetta dett ekki. Wow. Já, akkur það er þessu sko. Heyrðu! Nú rekaður mig. Nú rekaður mig alls sko. Ég er búinn að hafa fyrir. Andóni! Andóni! Yes! Sorry. Andskotað, helvít! Þetta er helvít. Þetta getur ekki neinu máli, maður. Þetta er ónýtt drastur og eitthvað upp úr. Þetta er ónýtt! Heyrðu, aðeins að taka í þetta hérna. Tósa niður jakkan minn, aðeins niður jakkan. Niður? Já, niður, örlítið. Það er nefnilega að fara að sjást í baki, sko. Takk. Guð minn áður. Ó, jésus. Wow, heyrðu. Wow, heyrðu. Fara sjálfur hérna. Wow, fyrirgefðu. Sorry, það var að mæta. Hvað skeiði? Þú fengið nagli bara. Það lekur alltaf mjög. Passa, hurðu að skella í mig! Ég sé það er ekki hægt að gera við þetta, þú voru að kaupa nýtt dekk. Jafnvel nýja felgu, við erum bæðið með dekk og felgur hérna þar. Það er ekki hægt að gera við þetta. Ég sé þetta er nefnilega stúrfornagli. Hann er búinn að hann étur dekkið, sko. Það leita eitthvað svona, það leita að sumadekkið. Já. Þú getur til dæmis fengið þetta hérna okkur mjög ódýrt, sko. Þetta er reyndar... Er það ekki alveg frekar ónýtt? Já, þetta er náttúrulega ekki í topp ástandi, ég veit ekki það alveg, en það er náttúrulega ódýrara fyrir vikið. Helviti er þetta ljót dekk. Keyptu þið þær í fyrra? Keyptu þessi ekki hér? Þessi. Ah. Ekki þessi tvö, þeir eru verrið þessi tvö, en ég veit. En ég fekk þessi tvö þær í fyrra. Hérna hjá okkur? Já. Krissa Friska? Já. Í staðinn fyrir Frissi Friski, Krissi Friski. Þannig við erum með nýtt dekkan þar. Jafnvel felgu þú vilt líka. Ég veit að gera við nýja felgu. Hvað myndir þið tíma að borga fyrir dekk? Sem minnst, sko. 17 skall? 17 skall á dekki? Já. Mikið? Ég bara spáði hvernig gæði þú vilt á dekki, sko. Þannig að það verður að fá nýtt dekk, sko. Hvað skeiði þetta? Þetta er nú ekki algengi naglar. Það veit ég ekki. Nú ekki sé þennan oft á Íslandi, sko. Já, maður er ekkert nýgræðingur hérna, sko. Gríptu? Gríptu? Ég fætt þarna frá 4 og 7 held ég upp í 9 og eitthvað. 4 og 7 dekki það var það, þá bara verið þetta hérna, sko. Og ég klippaði svona skota, hvað kostar svona nýtt dekk? 15 skall. Já, það er. Hérna aðeins, hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað við þetta. Ég hugsa að sé ekki hægt. Ég held að sé ekki hægt. Bara að fá nýtt dekk. Þetta er nú ekki flottasti bíl sem ég sé. Nei, ég er ekki svo best trippið heldur sem við erum Hvað er að sjá hans hérna? Hvenær skeiði þetta? Þetta er bara ljótt. Það skiptir breytið þér. Nei, það er bara svo, þegar maður er að sjá einhverjum nýja bíla og maður sér þetta, mér finnst þetta bara ljótt. Svo breggsmódeli, þannig að það er nú ekki nýtt. Nei, ég mitt. Það var nú maður líka að setja kannski eitthvað skemmtilega lit á hann. Þetta er ekki venjulegu nagli, sko. Skal láta mitt ekki á svona, kannski á svona eitthvað 9 skall. Þú lítur að vera giftur, þetta er svo gellingalegu litur, maður. Daginn, Bjarni, fyrirgefðu. Hérna. Það er svona ónýtt dekk. Það er strúfornagliði. Hann étur dekki, sko, en ef við tökum hann úr þá er þetta alltaf eftir að stekka, sko. Það er ekki séns að gera við þetta. Sjá svolítið töð. Sjá þetta. Snúðu við, ekki horfa. Snúðu þessi, ég ætla að sýna svolítið töð. Snúðu þessi. Snúðu við núna.
Eða kannski á svona 11.000 eitthvað svoleiðis. Ég skal taka 9. 9.000. Þeir eru bræður en þeir eru dæmdir til að berjast. 5, 4. Er ekki smuga að gera við þetta þeirra? Nei, ekki ef þetta er strúfórnagli, þá er það ekki séns, sko. Hvað gefur þið mikið tróðum í skottið? Það er frekar lítið. Kók! Herri, þá veit ég bara eitt svona flott dekk. Og, Eitt blátt dekk. já, það er... Blátt. Eigum við blátt dekk, strákar? Eigum við blátt dekk? Við hefum bara græn og gul og rauð. Akkur þessi hanski er alltaf að reyna að drepa mig. Ég næ honum ekki út. Já, hann hefði þetta rifið af þetta. Hvað segirðu? Þannig að þú rífur þetta bara af. Já, það er spurning, sko. Það þarf hvort þið er alltaf að fara. Sérðu, ég er inni! Heppin að veðja ekki. Það er ekki, Já. Ógeðslega gaman. Við þarfum að tala hérna, alveg við liðin á okkur. Býta aðeins, hvað segirðu? Þarfum að tala hérna við liðin á okkur. Nei, ég er ekki að tala við ykkur, ég er bara að tala í símann. Er hann eitthvað að gefa? Gefa? Ég vann 2.500 kall í honum í gær. Vannstu? Já. Er þetta keppni? Hvað segirðu? Er þetta keppni? Keppni. Fíkjukeppni? En veit, hvað getur þetta ekki hraðar, eða? Já. 1, 2 og byrja. Svo datt hann bara á rassinn. Magnur, gjör svo vel. Eftir hvað þetta byrja? Ástinni, hún er komin. Nei. Nei, ég er ekki ástinni. Ok. Ætlar að rigna í allan dag, eða? Er hann á þínu með þessi? Viltu bara setjast á mitt okkar? Nei, ég ætla bara, það er bara endalaus rigning, mann er ekkert út í bíl í þessari rigningu. Búið að segja mér upp í McDonald's og maður er ekkert að gera maður. En þú sagði, ég átti svo innilega ekki skilja að vera sagt þau. Ég vildi meina það að ég glemdi alltaf að setja ostinn á helvits Big Macinn, það er bara kjaftaði, ég setti alltaf ostinn á. Það var að ég fór eitthvað í taugarnar á honum. En maður bara yfirstígur svoleiðis vandamál, sko. Já, heyrðu, Ha. það er hér. Ekki? Er einhver að vinna að hafa það, eða? Ég veit það ekki. Ég samt sætti mig ekkert hvað sem er, sko. Nei, eftir McDonald's, þá liggur leiðin í bauð. Já, ég fer ekki í Hagkaup. Ha? Þetta er leið. Jú, Stari bara. hvað sérðu? Stari, það er óþægt að hafa þetta Ó, fyrir ekki. Já, ég meina, ok, let's face it, ég var ekki að veiða neina stelpur á þetta McDonald's þar, sko. Nei, ég fekk ykkur ekkert. Nú, ok. Þú settist á mitt okkar, sko. Hún er bara lítið strömm. Já, sæta stelpur. Já, en þetta er bara fyrir. Hringd í mig. Heyrðu, Já, hringd þú í mig. Þú ert sæt stelpa, sann. Og hvað? Ég er ekki stelpa, ég er kona. Já, ég meinti það. Nei, þú ert svo unglega að sjá. Ég mæti kannski ekki bjóða þér í kilu. Hvað, nei, ómulan. Já, ok. Já, ég ligg nú bara inn í kringlunni. Já. Helviti harða flísanar, annars er þetta fínt. Ég reyna að vera jákvæður. Við erum að tala saman. Já, hvað er þið að tala? Nei, Elisa, þú standi einn metra frá okkur. Ó, er ég að trufla? Já. Ó, fyrir ekki. Já, þetta. Nei, það voru það stelpur inn að tala um mig. Já. Uss, ef við hlusta. Hvað sagður annars? Þetta er skemmtilegur diskur. Nei, hann er eiginlega ömulugur. Hvað er þetta? Hérna, áður en það heldur það, ég sé hérna, snar til að það var hérna bara sjónvarpstöðin í Pop TV. Og þú hérna, þú lítur hann upp á hann og stendur hann sér upp í hérna myndavélina
Ég er að ónáða fólki í kringlunni. Maður sjá, starta alveg kjör. Svona frábært. Ég er bara að fara í filmuskóla sko, læra framkalla og fleira. Það er myndið setjast kannski upp á rusli. Meiri áttar. Og svo kannski svona sleikja aðeins út Eða bara lítið sko. Maður sjá, starta aðeins kjör. Maður sjá, brostu fyrir mig. Meiri áttar. Maður sjá. Maður láta hana brosa. Meiri áttar. Ekki getur þú farað aðeins úr jakkanum. Bara aðeins sko, við erum með enga stund að þessu. Maður sjá. Og brosa fyrir mig. Hafna, já. Svona, og töskuna líka. Já, fínt. Nei, verður með töskuna, það er sexy. Já, þetta er sexy. Gera svona. Og svo lyftir þú bara hérna og ítir á þennan taka hérna. Og taka mynd. Glæsilegt. Meiri áttar, takk kærlega fyrir. Maður getur þú gert svona eins og sjáist næst í upphandlegin. Þarna já, svona já. Maður segðu ég er tígristýr. Segðu ég er tiger. Tiger. Já, aftur. Tiger. Tiger, þarna já. Einan. Má ég sjá? Jú, og brosa fyrir mig. Brosa. Þarna þekki ég þig. Ég er hérna frá blaðinu Ennþá ástfanginn. Já. Við erum að taka myndir af pörum bara hérna allan bæ. Já. Ég var að spá hvort þið mætti kannski smellaði ykkur tveim myndum. Já, við erum svona ástfangin. Er þið ekki ástfangin? Jú, komið. Þetta er 50 ár. Og svo bara lyfta kannski báðum höndum upp í loft. Svona já. Meiri hattar sko, meiri hattar. Og svo. Þarna þekki ég þig. Og maður sjá, starti núna svona, hana mjöðminn, láttu skína þessi mjöðmina. Þarna já, láttu aðeins lengra út með mjöðmina. Aðeins lengra. Þarna. Má ég sjá, stoppa aðeins. Upp með hárið, stelpa. Þarna. Þið eru nú ennþá ástfangin, svona. Sérna, já, þarna þekki ég ykkur sko. Taktu það aðeins upp svona. Og brosti. Meiri hattar, þetta er bara fyrir mig sko. Þarna, maður sjá, brosið og mjöðminn út og brosið. Aðeins lengra með mjöðmina. Þarna þekki ég þig. Einu viðbót. Og verð með hendurinn svona í hárinu. Ég hef gerð það. Kemur þetta á pop? Allt á pop-tv. Má ég sjá, stoppa örlítið. Má ég taka eina mynd. Smell einni mynd. Takk að kærlega fyrir. Getur fengið svona, ég er ákveðin, ég veit hvað ég er að gera, ég á hennan heim. Getur fengið það aðeins hjá þér? Já, þú veist. Já. Má ég smella þér einni mynd. Ég er að taka upp hérna. Þetta er bara fyrir einkasafni sko, það sér þetta enginn. Nei. Gerðu það. Gerðu það. Ég sagði nei. Svona frábært, takk. Líttu svona á mig, svona eins og, já, svona. Meiri hattar. Takk að kærlega fyrir. Meiri hattar. Ef þú lyftir upp báðum höndunum. Svona? Já, nei, upp í loft. Svona? Já. Þarna þekki ég þig, Sigurpúði. Getur fengið koss? Þarna. Heyrðu, ég er að taka hérna myndir fyrir tískutímaritið Vogue. Hefurðu lesið það? Nei. Tískutímarit. Ég var aðtökast með þetta í smellitni mynda þér. Nei, takk eitthvað saman. Svona aðeins að tósa hana kannski upp, hafa hana hérna upp í hnið. Svona, þarna já. Lyfti hana aðeins upp. Sem sagt, já, og aðeins upp með, þarna já. Haltu henni svona. Og ég taka þér 1-2 myndir. Þú virkar svo hraust. Já. Segðu, farðu heim. Aðeins herra. Farðu heim, já. Vertu ákveðin. Farðu heim. Segðu, herra. Farðu, hafna. Na, þekki þig, sko. Ha? Fara aðeins aftan á hana. Ég ætla að skjóta hérna eina svona dirty. Ég er hérna frá blaðinu, flottu líkami að eilífu. Það var spáð hvort mætti smella þig 2 myndum. Ég er ekki svolítið smekksinn, sko. Hæ? Ég er ekki svolítið smekksinn. Já, þetta er nú bara klassa líkami hérna, hvað? Þú vilt ekki fá það 2 myndir? Nei, já. Það er ekki máli. Maður æsist bara hérna. Aha, ég þakka ykkur kærlega fyrir. Nei, ég er endur að mynda hérna fyrir blaðið Sætað eilífu. Ég er sko, þú veist, bara ógreitt og... Já, það er, svoleiðis vil ég að hafa þér. Þú vinkar hana, það var mjög gaman, sko. Þarna þekki ég. Við erum búin að vera ónaða fólki alltaf þetta. Við erum þetta ekki frá fínu formi. Nei. En er hérna hins vegar frá sjónvarpsstöðinni sem Pop TV. Ég trúi þér ekki. Góðan daginn. Grétar heiti ég, var hérna að gítra mig hérna neður í göttunni. Ég ætlaði hérna að ekki liða með vídeotæki. Já. Er það? Ég var að spá í að því að hún er að nota sitt, hvort ég mætti kíkja á þessa spólu hérna hjá okkur. Bara ég er rúmlega hálfnaði með hana, sko. Ég er enga sem þetta klára hann, sko.
Ok, en er einhver séns að fá lána vídeótæki kannski hjá þér? Nei. Sem sagt, ég leigði spólu, svo er kallinn með einhver aðra spólu og ég mátti ekki klára, ég var að spá hvort ég mætti klára þessa þér í þínu vídeótæki. Ég var að spá í vídeótæki þeirra er bilað, ég vissi það ekki, ég var búinn að leigja með spólu hérna, alveg 500 kall. Spá hvort ég, er eitthvað sem ég geti kíkt. Eru gestir hjá ykkur? Viltu horfa hérna á spólunni? Ég var að spá hvort ég mætti klára hann hérna þér. Þú? Ha? Jú, þú getur gert það. Nei, þetta loka höfðinni núna, hættu þessu. Ekki séns að fá að kíkja hérna. Þetta er Jeff Daniels og Jim Carrey, sko. Það er frábært, maður. Takk hérlega, bara kíkja inn og horfum á vídeó. Ekki eru gestir. Já, til þess að horfa á spóluna hérna? Já. Já, nei, það gengur ekki með. Ekki? Ég veit ekki, það eru gestir sem eru komin í heimsóknar um landi og eru að fara aftur bara núna og eftir. Ég skil. Ég myndi reyndar ekki vera með einn læti, sko. Nei, það er alveg sama, bara ókunnugt fólk. Það getur ekki tekið ókunnugt fólk þannig inn, sko. Er þetta einhver glæpamynd eða eitthvað svoleiðis? Já, það er smá blóð í henni og... Já, ég er nú ekki hrifin af því. Þetta ekki hrifin af glæpum? Nei. Ha? Nei. Þetta er bara, þetta er svona hasarmynd? Já, nei. Þetta eru blóðspillingar og rýringar? Já, nei, það vil ég ekki, inn til mín. Það eru byrja konur í henni? Já, ég vil það ekki. En ég, bara svo ég kynni mig þá heiti ég Gretar, svo ég sé nú ekki ókunnugur, ekki lengur kall. Hvað heitir þú? Guðlaugur Lárusson. Guðlaugur, ok, Guðlaugur Gretar. Nú er náttúrulega ekki ókunnugur. Já, ég er náttúrulega skil. Þetta er nú svolítið óvinnulegt að koma með spólu og alltaf fara inn í hús og hafa á hana, sko, kannski með fólk með sér. Það er óvinnulegt. Já, nei, ég er ekki með... Nú segir ég bara eins og hugsa það. Já, ég veit, en ég myndi ekki gera það. Nei, ég er ekki með neitt með mér, sko. Ég vil ekki neitt ofbeldi eða klám eða neitt svona sem er aðal uppistæðan í myndunum. Já, ég segi samt... Harsar og svona. Ég, Góðu, ég ætla að faða mig. Ég skilði nú pínu, en þetta er nú samt ekki, þetta er nú ekki beint klám. Maður sér ekki, sko, maður sér hann ekki fara inn. Þetta eru bara kossar og þau eru nakin og eitthvað. Já, nei, þetta er ekki mynd sem við viljum vera með inn á okkar einingu. En hvað, hvernig fara þau? Það fara bara núna í kvöld. Kvöld? Já, ég get ekki kíkt á það bara þegar þau fara? Nei, við erum að spjalla, nei, þetta gengur nú ekki. Þú veist það, mér þykir þú ókurteis að fara ára maður. Ó, ok. Ég var bara að segja, Rikki, ég er það yfir. Ég byrst afsökunar því, já, ég vil ekki vera með dónaskap. En nú hef ég séð hann áður, en ef við þegar það er að koma svona ógeðslega atriði og eitthvað klám og eitthvað, að ég segi ykkur þá bara halda fyrir augun. Nei. Þá náttúrulega sjáu þið ekki soran, sko. Ég vil bara ekki hafa það. Ég slekk á sjónvarpinu þegar svona er. Ok. Og þá hef ég það ekki. Nei, ok. Þetta eru uppáhaldsmyndina mínar, sko. Já. Ég myndi samt aldrei vilja, ég ætla alls ekki að... Þetta er óverlegt að koma með spólu og ætla bara að setjast inn og horfa á hana að biðja það, sko, það gengur. Já, ég ætla alls ekki að vera með dónaskap, sko. Nei, það er dónaskapur að fara fram á því. Já, ok. En samt eins og ég segi, sko, þá er aldrei of mikið blóð í kvikmynd, sko. Það finnst mér ekki. Þetta er ekki samanlega með því. Þetta er bara sorið, sko. Já, það er rosalega misjandi hvað fólki finnst. Ég geti gefið þið miklu betra lesefni. Hvað áttu að lesa? Já, svo mikið lesefni, biblíulegt lesefni. Já. Það er ekkert blóð og klám í henni. Í því? Já. Nei, já, svona mjög góð blöð. En ég var búinn að skila inn 8 annað kvöld. Ég get ekki kíkt eitthvað... Farðu bara í eitthvað tús og fáðu að horfa á hana, þetta er svona sjálfsagt hugsa. Já, Þú getur að horfa á hana, sko. Ok, já, en ég get ekki kíkt á hana í ykkur á morgun eitthvað áður í skilinu, sko. Nei, þetta gengur ekki, sko. Þetta er einum og langt. Verður ekki gestirnir samt farnir þá ekki? Jú, en bara, veistu það að... Já. Þó að þessu farnir að það þykja með þetta svo sérstakt að ég bara að vera að biðja að fyrirgefa það ekki. Vaknir? Ég er vakandi. Já. Er þetta votta Jehóva? Já. Og það er bæði dýrin og mennina. Hvað er okkur gefið mikið skiljabröð, hvað við misnotum þetta mikið. En er engin brjóst í þessu drasli? Nei. En það skiptir ekkert máli af því þetta þessi mynd. Ég meina þú vilt ekki sjá eitthvað sér. Ég get bara á skipt, sko. Þetta myndvídeó er ekkert sérstakt sama hvaða mynd væri. Nei, ég segi það er ekkert sérstakt sem þið langar að sjá og ég myndi fara að fá að skipta það. Nei. Ok. Þetta er allt saman. Já, þetta er svona trúar eitthvað. Já. Þannig að það er engin drepinn í þessu. Nei. Og ekki neitt, þetta er okkur bara til uppbyggingar. Já, það er ekkert klám og blóð og eitthvað. Nei, ég vil ekki sjá þetta, sko. Nei. Sælar megaskvísur, hvað segið þið? Ungar og sæta stelpur, vil ekki fá snakk? Komið, má ekki endilega smakka? Ef maður bjóður upp á allar gerðir, alveg endilega að fá sér, sko. Það er misjafnt hvað eru uppáhalds hjá fólki. Þetta er það nýjasta frá okkur, heitir Texas Paprika og það er einmitt það sem við erum með hérna onni.
Endilega að fá að smakka. Nú er þetta á tilboði hérna, þetta hérna. Með papriku. Já, með papriku. Já. Mjög gott, sko. Það bjóða þér Doritos. Það er alveg nóg til af þessu í okkur, sko. Við erum með allar bragðtegundir núna. Við erum að bjóða hérna upp á bláan, við erum að bjóða upp á appelsínuguluna og við erum að bjóða upp á þennan nýja sem við kallum Texas Paprika. Alveg endilega. Nei, fyrirgefðu. Það er bara eitt, sko. Já. Já. Úti, sko. Það er, já, sem sagt, þetta er mestallt sá nýjast. Þetta er aðalega þessi. Og svo erum við náttúrulega með hina 2 líka, sko. Eða hvað, er þetta ekki? Áttu út að snakk? Nei. Það verður þá ekki að rífa snakk. Fæli myndali á undir borði. Endilega, þetta er mjög gott. Má bjóða þér að smakka? Þetta er Doritos. Þetta er Doritos. Við erum að bjóða hérna, þetta er á tilboði hérna, sko. Já, endilega bara smakka. Og svo verðum við bara elda. Þú kaupir eitt svona, sko. Já, það er þetta hérna. Það er hérna onni í skálinni, sko. Nema, erum við með, jú, við erum líka með Cool American hérna onni. En þetta er sem sagt allt Doritos. Og endilega, já, þetta er fyrir fólk á öllum aldri, skilur við. Má bjóða ykkur að smakka Doritos? Já, takk. Endilega. Endilega fáið ykkur að smakka. Það er bara minnsta málið. Þetta er rosalega gott. Veistu hvað það ekki? Þetta er til dæmis, þetta er uppáhaldssnakkið mitt, sko. Finnst þér þetta gott sterkt? Aha. Nei, mér finnst þetta. Finnst þér þetta ekki gott? Má bjóða það? Endilega. Já. Endilega. Góðan daginn, stelpur. Má bjóða ykkur að smakka? Má bjóða þig líka? Það fór svo bara í burtu. Nei, ég vissi bara ekki hvort hún ætlaði að fá líka. Endilega að fá sér. Svo er þetta, sko, á tilboði með sokkabuxunum. Endilega. Nei. Það ekki bjóða mér? Jú, endilega gerir svo. Viljið þið? Má bjóða ykkur? Mjög gott. Þetta er holt líka. Hei, skvísa. Má bjóða Doritos. Doritos? Já, ekki? Hvað er? Já, þú mátt fá það alveg. Bara mér. Má bjóða þér? Já, ef það ætti að vera til með skalla. Já, ég skal lofa því. Og hvað er það kryddar á? Ég veit það aftan á pokanum, sko. Ég ætti eiginlega bara að tjekka það fyrir þig. Ég veit hvað þetta er þurrkað í argentísku hlandi. Það hefur verið gagnrýnt úti, en það er náttúrulega, maður finnur ekkert fyrir því, skiljum við. Má bjóða ykkur að smakka Doritos? Endilega. Þetta er það nýjasta, sko. Þetta er það nýjasta. Þetta er með papriku. Má sjá. Höfum það hérna, sko. Þetta er nefnilega málið, sko. Cool Texas American Chips straight from USA. Þetta er gott, það er það. Já, kannski ekki beint hlandi en svona, það er þvag í þessu. Hörðum leið og það er þetta fannir hlandi. Er það ekki? Þetta er, já, það er náttúrulega, það er smá þvag í þessu, sko. Bara eitt, já, má sjá. Já, eitt. Má bjóða þér eitt? Já. Alveg endilega. Við erum að smakka Doritos hérna. Vá, hvað mér fæðist að liggja hérna í kuldanum. Meira? Ekki smá? Gott í kuldan? Haha. Gott í kuldan. Gott í tíminn í kuldan. Þetta er gott. Gott kvöld, góðu gestir, og verið hjartanlega velkomin í áskorun hjá okkur strákunum í 70 mínútum. Ég fekk skelfilega áskorun sem ég neyddist til að taka á Auðun Blöndal og Sigmar Viljánsson sem að píndu mig í þetta, og þetta er alveg skelfileg áskorun, en hún felst einfaldlega í því að ég á að pissa í buxurnar. Ég er í buxum sem ég ætla að pissa í. Ég er búinn að vera að drekka vatn og kaffi í allan morgun. Ég er alveg í spreng. Ég er komin í buxur sem ég ætla nú bara að henda á eftir. Ég er búinn að girða bólinn onni. Ég er búinn að setja svona handklæði hérna á gólfið. Og hérna inni er líka sturtuklefi
sem ég ætla að fara í leið og ég búinn að pissa á mig. Þetta erfitt og þetta mjög kjánalegt. Ég ekki búinn að pissa í mig í fleiri ár, nálægt 20. En ég ætla að standa hérna á þessu handklæði. Það mjög erfitt að láta verða að þessu, sko. Að leyfa pissinu bara að fljóta. Ég 25 ára gamall og ég ætla að pissa í buxurnar. Það krefst gríðarlegar einbeitingar. Svo sjáið þá ég ekki með neitt til að feika þetta. Þetta mjög erfitt. Ertu tilbúinn, Auðun? Já. Just let it go, man. Þetta brennandi heitt. Þetta svo kjánalegt. Það ekkert smá. Þetta ömurlegt. Tjúður þetta á mig að drikka. Shit, ég ekki búinn að með það, sko. Þetta ekkert smá mikið piss, maður. Wow, maður. Út af þessum kameldýr. Má sjá, sprettan. Ég alveg rennandi blautur. Næsta áskorun á Auðun Blöndal. Mér þetta væntum að þið myndu senda honum eitthvað svipað kjánalegt. Svipað erfitt, það mjög erfitt að pissa í gallabuxum. Það rennandi blautt gólfi hérna. En eins og við veitum þá ég hérna sturtuklefi og ég farin í sturtu. Þetta allt í lagi, Sveppi. Sveppi, þetta allt í lagi. Það var bara áskorun. Já. Hæ? Nei, alveg, Sveppi. Ég í sturtu. Já, þetta allt í lagi. Hei, ég fær ekki fílið við þessu. Nei, þetta bara óþægilegt. Hæ? Þetta bara óþægilegt. Þetta var bara áskorun? Já, ég stóðst hana allavega. Já. Þú ert næstur, Auðun Blöndal. Kæru áhorfendur. Já, komið þið sælir, áhorfendur góðir. Það er komið áskorun. Og áskorun kvöldsins köld og ógeðsleg. Eins og þið sjáið þá viðbjóðslegt veður úti. Það ógeðslega mikið slabb. Og í svona slabbi þá myndast oft risastórir pollar. Áskorun kvöldsins ekki frá áhorfendum, heldur það frá þeim Sveppa og Simma. Þeir eiga til að vilja kalla mig kuldaskræfu. Og þeir skoruð á mig að standa fyrir framann risastóran poll. Og svo ætla þeir að keyra á jeppanum okkar fram hjá mér og að gusast allt úr pollunum á mig. Já, þetta verður örugglega ógeðslega kalt og ógeðslegt en pollurinn hérna neðar í götunni og við skulum bara vinda okkur að pollinum. Ég gleymdi náttúrulega að segja ykkur það að svo sé alvöru hark í þessu átti að vera á bolnum. Almennilegt! Þetta almennilegt. Jæja. Þetta var held ég ein erfiðasta áskorun sem ég hef tekið. En Sveppi, þið geta ekki kallað mig kuldaskræfu lengur. En ég verð ekki fár. Þetta rennandi blautur. Ef ég verð ekki fárveikur á morgun, þá veit ég ekki hvað, en þetta var áskorun. Ég held að sé komið á Sveppa. Sendið eitthvað ógeðslegt og helst kalt og viðbjóðslegt. Þá get ég hlegið á honum. Sendið okkur á tölvupóstinn okkar 70min@poptv.is. Þetta var áskorun, ég þakka fyrir mig.
Komið þið sæl, velkomin í áskorun hér í þættinum 70 mínútur á Pop TV. Áskorunin sem að ég ætla að takast á við í kvöld var send á 70min@poptv.is. Þurfti ekki að lesa þetta. Og hérna, ég ætla að fara, ef ekki að vinda okkur í þetta Vil ekki segja fólkinu hvað þetta er? Ha? Jú, ég ætla að segja það, en ef ekki að vinda okkur í það? Jú, kíkja það. Já, bara eins og þú segir. Herðu, já, áskorun er svo að ég var að sleikja handakrikana á þessum manni hérna sem hann stendur hérna við hliðina á mér og ég ætla svona rétt að vona á að sett búin að þrífa þig. Ég fór náttúrulega bara í sturt í morgun, skilur, en... Já, ekkert síðan þá? Nei, ég er búin að svitna svolítið síðan þá. En þetta er samt gaman, því að ég þurfti eins og að sleikja handakrikana á Simma og Sveppa, en ég hef aldrei verið sleiktur hann, þetta er skemmtileg tilbreyting. Já, þannig að þér finnst þetta voða gaman. Held ég að vinna við þetta annars, þú veist, þegar maður fer í vinnu þá er maður yfirleitt að gera eitthvað svona sem að sko, skilar árangri. Þetta er ekkert hörðustu átt, Pétur. Já, ég meina, þú veist, ég er ofta að gera ýmislegt. Hvað? Ég er að ringja ýmislegt og svona. Herru, farðu hérna, græja þetta. Til? Ég til? Já. Þetta hvað, að ég gera þetta í gegnum fötina? Nei, ég er að fara úr, Pétur, herru, þú ert bara eins og óður hundur. Já, Hlakkaði svona til. Þessi maður er alltaf að bera ofan. Nei! Hvað er? Nei, sjáu maður! Nei, ég veit ekki að sjáu þetta! Hvað er? Julio Iglesias er hátíð við liðna þessu. Nei, ég veit ekki að... Hvernig á ég ekki að... Þú ert bara að vara eins og ég gerði, þá fór ég bara með Nei, bara sleikja hérna. Nei, það er bara með tunguna hérna og sleikir. Nei, Herðu, þú er að sleikja, ekki að setja bara á. Ég þurfti að gera þetta eins og niður. Ég veit það maður, en það er alveg saltbragð. Ég veit það, komdu. Komdu, Fóli. Maður að taka á þessu. Ha, maður að gera svona. Ég var bara að þér. Já, má turka. Þú voru að koma svona og sleikja eins og ég gerði. Jú. Já, ok. Ég má turka þetta þá. Já, turka eins. Ég veit ekki sjálfur. Til, þetta er boss svitaðir þannig. Mamma og pabbi. Þessi smiðbjörn. Þetta er ekki nóg. Nei, ekki sem enn. Með tunguna hérna. Takk á krafti núna, verðt ákveðin. Svona. Ég veist þessi smiðbjörn, maður. Þetta var hressandi. Næst. Þú segir bara þetta var áskorun. Herðu, já, þetta var áskorun. Stóðst í hana, eða? Já, sjálfsögðu. Já, ok, þetta var áskorun og bara takk fyrir mig. Þetta er með einhver áskorun, næst er það Árni Snævar, fréttamaður ársins. Við látum hann gera eitthvað svipað. Ekki? Jú, ég held að það væri fínt. Takk fyrir mig. Gott kvöld, góðu gestir. Það er komið að áskorun dagsins. Nú, áskorun dagsins er ekki bara á mig og ekki bara á Audda, heldur okkur báða saman. Þetta er áskorun sem við fengum í gegnum tölvupóstinn okkar 70min@poptv.is. Það var Guðbjörg sem sendi okkur þessa áskorun og hún er einfallega þannig, hún sagði: þið eigið að slá hvorn annan eins fast og þið getið. Utanundir Á kinnina. Já, þetta verður virkilega sásökafullt, en við ætlum að vera með svolítið skrýtnar reglur. Já. Við ætlum að skrifa á miða tölurnar 1, 2 og 3, svo ætlum við að draga upp úr húu og ef ég til dæmis dreg 3, þá má ég slá þig 3 svar. Já. En ef ég dreg bara 1, þá má ég bara slá þig einu sinni og þú fer að draga líka. Og sá sem dregur hærri töluna, hann byrjar. Já. Ert þú með miðana? Miðarnir eru þarna. Miðarnir eru þarna. Er komið miða? Það er komið líka. Erðu, ég var að gá fyrst hvað er Ronny. Hvað var eftir? Já. Við erum báðir konum með miða. Það dró enginn einn. Ávið, þetta er annað 2 eða 3 maður. Og það á að slá af fullum krafti. Þetta verður ekkert eitthvað... Já, ég meina maður verður bara að finna það hjá sjálfum sér. Já, ég segi það. Herðu. Nei! Ég trúi þessu ekki. Kæru áhorfendur, ég fæ að slá Auður Blöndal 3 sinnum utanundir og hann fær að slá mig
Tvisvar sinnum. En það sem að þú fékkst hærri töluna, þá þú að byrja. Já. Ég á 3 högg. Ég byrja að slá hann slær mig, ég slæ hann slær mig og ég slæ hann. Þá eru höggin búin. Fínt að Sveppi skulum byrja, þá næ ég að byggja upp smá reiði og grind og næ ég að hefna mín aðeins. Ok, byrja þetta. Tilbúin? Já, ég er til. Þetta var vol. Nei, það var smá. Til? Já. Ha. Þú mátt ekki lóan. Nei, til. Já, snúðu svona. Ok. Þú barðið með lóanum! Nei, ég var bara að hérna, Sveppi. Ég get að svara það. Æ, nú er ég alveg pínu hræddur. Ég var bara að hérna. Þetta var ekki lóin. Þetta var bara hér. Ok. Hinum megin núna. Tilbúin. Ég er með úrið, sko, ég ætla að bomba Þú úrið af? Já, ok. Já, það er bann að nota skartgrindu, sko. Viltu ekki bara kýla mig? Ég sló bara. Þetta var bara lóin. Hinum minn. Fyrirgefðu. Ég kom með hausverk. Þetta var ógeðislega fast. Þú barðið mig með lóanum. Ok, jafnir. Nei, ég á 1 eftir. Ég á 1 inni. Ég dró 3. Hann dró 2. Já, áfram með þetta, drifið það. Erðu, alveg á nógu, sko. Bara hitta hendur. Tilbúin? Já. Er kameramæður tilbúin? Ert þú tilbúin? Ég er til. Ég geti óskað þess að ég ætti 1 högg eftir, en svo er ekki. Þetta, ég meiti mér með þess að ég hendir í. Já, og það byrjaði að blæða úr góminum. Nei, má sjá. Þú barðið mig í góminn, Sveppi. Ég hvað ekki að gera. Þetta var alltaf áskorun dagsins. Nú var sársaukafull og ógeðsleg. Ég er með hausverk í gagnuðinu. Ertu með hausverk í gagnuðinu? Já. Sjáumst. Já, bara á eftir. Við erum á leiðinni inn í settið aftur. Já. Já, komið sæl og velkomin í áskorun. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég ætla að taka áskorun sem okkur barst á mailinu. Já, fyrirgefðu, tölvupósturinn 70min@poptv.is. Og Auðun, hvað segirðu gott? Þú ætlar að vera með mér í þessu? Já, ég segi ekkert allt og gott. Hvað akkur ekki? Af því að þetta er í fyrsta sinns, nei, ég er enda Charlie dansaði fyrir mig líka, en þú átt að fara að strippa. Ertu ekki ánægð með það? Nei, þú átt að fara að strippa fyrir mig. Og hvað, er það ekki fínt? Jú. Ekki bara stripp, þetta er engadans. Þetta er engadans, gott fólk og já, endilega komið með okkur. Ég ætla að dansa engadans fyrir Auðun Blöndal, ég ætla að standast þessa áskorun. Gjörðu svo vel. Jæja, Pétur. Gjörðu svo vel. Þetta er ykkur. Þetta er gáttur að nynna það. Ég skal mynda hvað var þetta. Það fólk sjá eitthvað ég er að sjá hérna.
þessu. Það er búið! Já, það er búið. Hvað, þið farið? Þú veist svo lóna. Þetta er líkur hullu. Ég ætla þetta aldrei að enda. Þetta var, ég bara eins og ég sagði, þetta var meira áskorun á mig en þig, sko. Finni. Hvað? Já, þetta er búið. Ég stóðst áskorun. Já. Takk fyrir, við sjáumst. Segðu okkur aðeins hvað við erum að frasa. Nú bara laugardagsmorgun. Já, og meira segja klukkan er bara rétt að vera 10. Vaknaði snemma, strákarnir? Vaknaði snemma. Varstu það nýtt gleruð? Já, það var helviti góð. Hvernig er þessi? Þessi er flott. Takk fyrir. Við erum að fara að hrekkja Breta. Það er ekki orðuð það meir. Já, eins og Sveppi sagði, þá vorum við komin hérna til Englands, London svona réttara sagt, og við ætlum að reyna að fýblast eitthvað í Bretum. Excuse me. We're here from a television station on Iceland. Oh, are you? You know Iceland? No, but I have friends there. You have friends in Iceland? Yes, yeah. Okay, but is London a great town? Yes. Is it a great town? It's a great town, yes. Do you live in London? I live in London, yes. Have you lived here for a long time? Yes. Okay, so you... What are you allergic to? Is it my coat? What? You know Iceland? Sure. So you don't know the country? I know where it's on the map, but I don't know, I've never been there. Okay, yeah, that's what I'm talking about. Okay, so you live in London? Yes, I do. How is London? Is it a good town now? Because we're here for the first time. I see. Okay, no, it's a very good town. Is it serious? It's a good town. It's a good town, not a good town for a family, but a good town for people young like us. Is it? Oh, I was going to ask you. Is it expensive? It is. Do you live here? Yes. But when you're shopping in London, isn't it expensive? Yeah, but there's more shops in London, isn't there? Much more shops than in Bristol. Well, yeah. Do you think it's much more different to live in London than Iceland? It'd be difficult to say, saying I've never been to Iceland, I wouldn't know. You've never been? No. You've never been in my country? No. No, okay. Do you think Iceland is not a cool country because it's small or something, or? No, I've got nothing against Iceland, I've just never been there. Just though we're small and don't have many people, we're still a cool country, you know. I'll take your word for it then. Okay? Where do you work? I work just at the other end of the street. No, I mean, have you worked there for a long time? Yeah. All your life? No. No. So, have you been here for a long time? About 3 years. Do you spend a lot of time shopping? Yeah. Do you take the bus a lot? No. So, how do you like Iceland? I never go to Iceland. What? How do you think he was? Not very good. No, you know what I want to do? I want to no! Take him bite his ear because he was not doing a good job. And when people don't do good job on my show, I can be so furious, you know. Did you like him as a person though? Yeah, it was lovely. It's Christmas, and are you shopping? Yes. Goes without saying, yes. Yes. Okay. What team in the Premiership do you support? I don't support a team.
No, really, what do you support? Is that bad? Are you a television, are you a sports channel or something? Yeah, we're a sports channel. I don't, honestly, I'm afraid. I What do you... I collect art. What? I collect pictures. No, really, what's your hobby? What do you do? That's what I do. What? I collect paintings. Really? Yeah. I'm glad this is a great interview. You're enjoying this, aren't you? No, I just think you're funny. Oh, good. Okay, thank you for interview. It's a pleasure. Yeah, but we're from a sports channel, so I thought you had a... No, I'm sorry. I'm not a great sportsman. So I was just trying to do something good out of this. I understand. Okay. Thank you. Yeah, see ya. Okay. Okay. Já, regnið vil ekkert segja. Það er grenjandi rigning hérna í Kaupmannahöfn og við erum staddir á Strikinu í Sveppi og við ætlum að halda áfram að fríka úti og það sem við ætlum að gera í dag, eða ég, er ný viðtalstækni. Ég ætla að vera hérna með þennan mikrofón og ég ætla að taka viðtölu fólk en ekki vera með mækinn fyrir framann munninn á þeim. Við skulum bara fylgjast með, fríkað úti. Do you live here in Denmark? Yeah, I do. For how long have you lived here? For 15 years. Where are you from? I'm from Copenhagen. Excuse me? From Copenhagen. Okay, have you lived here for long? No, since August. Since? August. Okay, okay. Bor du i Sverige? Ja. Hvor länge har du bott där? I 56 år. Have you ever gone to Iceland? No. Never? No, never. Do you live here in Denmark? Yes. Where are you from? Amager, Denmark. Copenhagen. Yeah? Where are you from? Copenhagen. Mike. Yeah? You have to say your mic. Yes, hold it here. Oh, okay. Yeah. Have you ever been to Iceland? No, I haven't. How is it to live here in Denmark? It's very nice, I think. Very? Very nice. Okay, so you like it? Yeah. Okay, okay. What do you know about Iceland? Not so much. What? Not so much. Okay, so I hope you will someday go there. Yeah, that's maybe why. Okay, thank you. See you. Har du gått till Island? Nej. Nej. Have you ever been to Iceland? No, I haven't. No, I haven't. You haven't? No. Hvor gammel er du? 56. Okay, have you been to Iceland? No. Never? Jeg sagði nú bara að geta farið í okkur, sko. Where are you from? Denmark. 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 Have you lived here for long? Yes, all my life. All my life. Have you ever gone from Denmark to another place? Yeah, I have. Is there anything you want to say to the people at home in Iceland? No. Have you ever gone to Italy? Yes. Yes, I have only Italy. Have you gone to Italy? Yes, I have. Okay, where did you go? Cyprus. 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 And what were you doing? I was with my family. Okay, when do you want to go? I don't know. Sometime this year? No. I have to go now. Okay, see you. Þetta var fríkað úti. Auðun Blöndal staddur í Danmörku í helli Dembu. Og við Sveppi ætlum að fara einhvert inn og fá okkur að borða. Já, komið þið sæl og velkomin í fríkað úti hér í Köpenhavn. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég ætla að taka áskorun. Akkurat í þessum tölu orðum erum við staddir á Strikinu. Er það ekki rétt, herra tökumaður? Ójú, og hér er mikið af fólki, mikil mannmergð og áskorunin er sú að bróka Pétur Jóhann Sigfússon á Strikinu. Sveppi og Öddi hafa báðir verið brókaðir og það bara heima í stofu, eða svona, er það ekki? Já, enginn að horfa. Enginn að horfa. Nei. Það er nú ekki hægt að bjóða kónginn upp á það, er það? Nei, það er ekki hægt. Það er kaldara hérna í Kaupmannahöfn heldur en á Íslandi, mann. Það þarf að bróka Pétur Jóhann Sigfússon á Strikinu, er það ekki? Jú, við ætlum að gera það fyrir framan fullt af fólki og þetta verður örugglega kjánalegt og skemmtilegt. Við skulum bara vinda okkur í þessu áskorun áður í en frís. Þið sem heima sitjið, komið endilega með okkur. Það er ekki eftir neina að bíða. Ég er orðinn vanur. Það er búið að bróka Steina Ármann. Ég er búinn að bróka Sveppa. Hérna er brókin.
Pétur, er þetta til? Já, er þetta ekki bara að fara að byrja það? Jó, ok. Tók alveg nema! Farðu bara! Ekki meira! Ekki meira! Já, passa að glemma þess. Ekki meira! Jó, ég næði þeim upp! Ég næði þeim! Nei! Jú! Þetta er hvað? Þetta er komið! Ekki meira! Ég hætti! Þú nærði! Ég næði þeim ekki! Þú ert eldraður! Eldraður í framan! Jæja. Er það lengst upp í rassinum maður eða? Ef að kíkja á það! Býttu maður! Hérðu! Hvað rugglar þetta? Er ekki allt í lagi? Jæja. Þetta er komið inn í heila, mann. Ég náði þér ekki upp fyrir haus, en það þarf 2 í það. Það þarf annarkvort mig og Sveppa eða Hjalta Úsus. En ég reyndi. Þú stóðst þess áskorun. Ég get ekki kúkað meir, mann. Aldrei. Þetta er bara búið. Þú ert orðinn góður í kvöld. Allavega þetta var fríkað úti, áskorun á strikinu. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Já, gott kvöld og velkomin í fríkað úti. Það er komið að Dominos-horninu. Við Sveppi erum staddir á hótelinu okkar sem heitir Ascot Hotel í Danmörku. Og þegar maður kemur hérna á Ascot Hotel þá blasir þetta við. Þú getur pantað þér Dominos pítsu beint upp á herbergi. Og það var svolítið skemmtilegt þegar við sáum þetta því að það áttu okkur á því að við gætum fengið sendil hingað upp og við ákvæmum að panta pítsu. Sendillinn er á leiðinni og ég skal lofa okkur því að þetta verður mjög súrt atriði en allavega við erum búin að panta okkur pítsu, sendillinn á leiðinni, við skulum sjá hvað gerist. Og þú komin í búninginn? Já, ég er komin í búninginn. Ég ætla að segja honum að ég sé einhver mesti Dominos aðdáandi allra tíma og ég eigi derhúfu og ég eigi jakka og ég hlakka svo... Á nærbuxunum? Á nærbuxunum. Ég er að summa pungsa? Ekki gera það. Ok, sorry. En allavega, við erum að bíða eftir sendinum og þetta er Dominos-hornið í fríkað úti. Gaman að geta panta! Crazy! Við vorum á hringingu frá hótelinu að pizzan er á leiðinni. Sveppi, þú ert á brókinni, farðu úr. Pizzan á leiðinni? Pizzan á leiðinni og við ætlum að fagna þessum Dominos-sendli bara eins og hann sé guð. Who is it? Pizza! What pizza? Domino's? Alright! I love Domino's! Hi! Come in! Come on, how much is it? How much? I love Domino's! Yeah, that's good. He has a camera! Yeah. You know what? Is it for TV or what? No, it's just for me. Homemade. For me personally. Where did you get that Domino's jacket with the pants? Where did you get that? I don't know. Huh? I just worked there, so... Look, this is my friend. Yeah. I have He Domino's loves Domino's, jacket. look. Yeah. I love He it. has a Domino's jacket and Domino's derhúa too. Yeah, oh, it's very good. But I don't have the pants. Where did you get the pants? On eBay or something? What? Where did you get the Domino's pants? I don't know, I just got it. I found them. You found them Yeah, where? I'm very- You crazy dog! Yeah. Go This in the bed. I'm in a hurry, so... How much is Yeah, it? 253. 253. Don't Yeah. you want to have some beer with us No, thanks. and talk about Domino's? I'm in a hurry, so I'm sorry. Are you in a hurry? Yeah. Okay. How Come much first, is it? Come, sit with me a little chat. I have to go. I love Domino's so much. Come on, I have to little. go, I know. We don't Little. Give me a little. Little. Give me a little talk. So, please. Little dog? Okay. I know you have other idols you have to meet. You crazy delivery guy. Guy. Crazy. How much do I owe you? 253. Oh, that's a lot. Yeah. But you look like rich. I'm rich. I'm so rich. I could buy Domino's. Yeah. How much do I owe you? 253. 253. Yeah. Here's a 100. Yeah.
Don't spread it out on one night. Have you ever met two guys before that love Domino's so much like us? No. This guy, he was, you know, Rekin from Domino's. Yeah. Because I stole all the clothes. Yeah. I did. Yes, I did. 50, 150, 250. How much for you know? Stuck down. Huh? 3 kronos. 3 kronos? Yeah. Stuck down so I'm elskar Domino's. What if I just give you a hug? No, Come please. on, please. No. Talk to me. Oh, give me 3. Just give me the money. Can you change? Yeah. Oh, you're a changing guy. You have to change. 50. I give it here. I need 47 kroner. And you can give me 45, you give me a hug. I have to put my wallet in the pants. Look, this. Take this derhua. What do you call this in Denmark? I don't know. I don't know, what? We don't live here. Take this, give it to some guy. You speak English? It's for you. No, crazy brain you got. Here. I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. No, take it. Take it, you delivery expert. Take it. Gott kvöld, góðu gestur, verið hjartanlega velkomin í tilraun hjá tilraunamanni 70 mínútna Sverrir Þór Sverrissyni. Ég stattur hérna með aðstoðarmann minn, hann Auðun Blöndal, hann er hérna. Sællvinur. Það er alltaf heiður að fá aðstoðarmaður í tilraun. Já, það ekki. Tilraun dagsins, kvöldsins, er mjög skemmtileg og hún er einfaldlega þannig að ég er hérna með Durex bananasmokka. Mjög skemmtilegir. Ja, sumir banana, sumir eitthvað strawberry og orange og alls konar svoleiðis. Það sem ég ætla að gera í tilrauninni er það að ég ætla að fá Auðun Blöndal til að sitja undir stýri á Pop TV jeppanum. Ég ætla að sitja fram í og við ætlum að keyra dálítið hratt, sem er bannað. Já, ég bið myndatökumanninn að fara ekki á hraðamælinu því að það sem löggan veit ekki, það dreipur hann ekki. Já. Og hérna... Ég fyrst samt ekkert neitt. Nei, við þurfum að fara í... 100. Já, ok. Og það sem ég ætla að gera er það að ég ætla að taka smokkana og ég ætla að fara með þá út gluggann og fylla þá af íslensku lofti. Og hvað gerist þá? Það verður skemmtilegt og aðtóa hvort þetta hefnist þessi tilraun. Við erum að vonast til að smokkurinn svona... Já, við vonast til að smokkurinn tútnút. Já. Þannig að við skulum bara vinda okkur beint í tilraun dagsins. Jæja, þá er komið að því að vippa sér í tilraunina. Ég er hérna með smokkinn. Þetta er appelsínusmokkur, mjög góður. Það sem ég er búinn að gera núna er það að ég ætla að vera með hann hérna svona og fara með hann út þegar við erum komnir á sæmilega góðan hraða og sjá hvað verður smokkinn. Skulum við biðja aðstoðarmanni minn að gefa eins í. Bílstjórinn er klár. Ok, þá byrjum við. Það var að stefniljósið. Og hraðar? Já, býttu. Já, ég er að reyna. Já! Jói! Jói, kveikindi! Hann er allur út þannig smokkurinn. Þetta er gríðarlega skemmtilegt að sjá. Það mætti setja heilan mannslíkama inn í þetta. Það þarf ekki að fara mjög hratt til að ná þessu. Þetta er ótrúleg sjón. Sjáiði. Og það er rosalega gott í þessum Durex. Já. Ég segi nú ekki annað en bara góði gestir. Þetta var sláandi skemmtilegt. Og smokkurinn, hann er heill heilsu. Við skulum prófa þetta aftur. Þá er ég komið með bananan. Skulum aðtóka hvernig hann virkar. Þá byrja það. Jæja. Abba! Hvernig gengur?
að losa þetta þau! Okkur í tengstanum út! Það er gaman að sjá þetta! Sett hann á þig! Nei, ég misti hann. Ég misti. Æjæ. Mistur þú smokkin? Já. Jæja, nú er lokaferðin. Og það er aldrei að vita nema að maður reynir bara að setja hann yfir andlitið á sér. Þetta var tilraun dagsins. Ég vil þakka Auðunni Blöndal kærlega fyrir aðstofuna, takk. Álaskum lítið, ég er bara að þakka fyrir mig. Já, eins og við sáum þá svínvirkaði þetta og þetta var bara svona allt saman í þágu vísindana allavega og gekk upp og það gleður mig og gleður ykkur. Þetta líka sýnir það að þessi smokkar þólar ágætis drjóla, sko. Já, þeir þóla ýmislegt, þannig að Durex, here I come. Gott kvöld, góði gestir, og verið hjartanlega velkomin í tilraun. Já, tilraun dagsins er einföld. Ég ætla að athuga hvort að ég geti drukkið vatn eftir að hafa látið deyfa mig, sem sagt, 4 sinnum, einu sinni hér, einu sinni hér, einu sinni hér og einu sinni hér. Athuga það. Ég er hérna með menntaðan tannlæknir með mér og ég ætla að byrja að spyrja hann, heldur þetta sé hættulegt? Nei, þá væri maður nú ekki að þessu 10-15 sinnum á dag. Já, en svona mikið? Eins og þú ætlar að deyfa mig? Nei, alveg örugglega ekki. Þetta eru alveg þræl öruggefni, þú getur verið alveg rólegur. Ok, en þetta er mjög óþægilegt? Já, ef þér finnst það að líða eins og vantaði varirnar óþægilegt, já, það var óþægilegt. En deyfingi sjálf er ekki óþægileg, sko. Þetta er nála sem er bara notaðar einu sinni, hárbeittar, en ekki fyrir. Ok. Ég er til. Það er bara spurning að fara að vippa sér í stólinn og láta deyfa sig, því allt saman er þetta náttúrulega í þágu vísindana að finna svona út ýmsa hluti. Skulum bara vinda okkur í stólinn. Og ef það er einhvern tímann tilefni til að vera með gleraugu, þá er það akkurat þegar að tannlæknaljósið fer svona í augun á manni. Nei. 1, 2 og 3. Það er komið. Ágætis byrjun eins og segja. Sem við bæðum. Og hér. Hann er duglegur strákurinn. Enda á þetta ekki að vera neitt mál. Það er nokkað. Nei. Svona. Smá kippir. Einu sem þú getur fundið, það er ekki dvoðalega gott bragð. Nei, ég finn það. Já. En ég finn þetta strax fara að virka. Já, sko, þetta kemur allt. Ég finn að það eru farið að deyfast mjög mikið í munninum. Já, fínt. En þetta er víst bara byrjunin, sko. Þetta er byrjunin. Viltu fara að skóla? Já. Já. Ég held ennþá vatni upp í mér. Og sé. Jæja, nú er hann búinn að fordeyfa mig og ég finn að það er aðeins farið að slakna hérna í vörunum og í kringum varirnar. En þetta var víst bara fordeyfing. Nú kemur deyfingin, þannig að skoðum það. Setja mig gleraugu. Já.
Nú ættir að vera hann algjörlega varalaus. Já. Það er mjög erfitt að brosa. Hann er að brosa núna. Hann er brosandi núna. Heyra hvernig þú talar. Þetta er bara rögg. Þetta er bara... Ég er að reyna sko, þegar ég læt tungun út, þá næ ég ekki þessari vör hérna. Ég get ekki að tala. Endur þessu drengir. Þetta er nú meiri vitlaust. Tilfinningin í andlitinu á mér er mjög skrítin eins og staðan er núna og ég er ekki búinn að prófa að drekka vatn eða þá. Orðið pínu smámæltur. Pínu skrítið. Þetta er alveg frábært svar. Það er mjög óþægilegt að geta ekki talað eins og maður er vanur að tala. Það er svona detta út eitt og eitt orð. Það er alveg deyfing, ég finna, það er alveg deyfing við nef. Það er alveg deyfing nefið. Við ætlum að prófa að drekka. Ég finn ekkert fyrir vörinni. Þessi tilraun að ganga. Ég finn ekki fyrir tönnunum heldur. Ég er á kósi. Þetta er mjög óþægilegt. Þetta verður svona í 1,5 klukkutíma. Þannig að hérna... Það er mjög gott að vera deyfður samt, en ekki svona mikið. Það er alveg... En tilraunin er að ganga upp. Ég get ekki drukkið. Jú, ég get drukkið ef ég helli upp í mig, sko. En ef ég bara legg hérna við, ég finn ekki fyrir þessu, sko. Þannig að... Þetta var tilraun dagsins. Ég let deyfa á mér allt andlitið. Allt saman í þágu vísindana. Þannig að ég vil bara ætla að kveðja. Þetta var tilraun með deyfilíf. Þetta er tilraun? Tilraun með deyfilíf. Verið sæl. Verið blessuð og sæl. Verið blessuð og sæl.